Ok, nú koma mjög einfalt og skemmtilegt meðlæti úr kartöflum og ég er með smælki sem eða bara einhverja góða litla kartöflur sem ég er bara búinn að forsjóða hérna. Þetta getur maður gert áður en maður fyrir upp í sumarbústað. Getur maður bara búinn að sjóða þetta, maður getur, eða þess að þó maður sé að grilla heima, bara búinn að sjóða þetta fyrir daginn og síðan ætlum við að þræða þessu upp á spjót með shiitake-sveppum og grilla þetta og gefa þetta síðan með góðri steik. Ok, tökum shiitake-sveppina og rífum hérna úr þeim stilkin hérna í miðunni. Hann er rosalega trénaður, þannig að við setjum það hérna bara beint úti líka. Hendum stilkinum. Shiitake-sveppir er rosalega kryddaðir sveppir og rosalega bragðgóðir. Það er að gera, svo er náttúrulega sjálfsögður hægt að nota hvað aðra sveppi sem er. En mér finnst shiitake-sveppir rosalega góðir og þeir eru sérstaklega góðir svona grillaðir. Þeir opna svolítið mikið bragðið þeim og þeir verða rosalega svona svolítið spicy og það er svolítið skemmtilegt. Ok. Þá svo ætlum við að krydda náttúrulega sveppina aðeins og smá olía. Þá er það hvítlauksmaukið. Þetta er bara maukaður hvítlaukur og olía og ég nota það nánast í alla matreiðslu, ég verð að viðurkenna það. Ég setja hérna 1,5 teskeið, góða ólífuolíu, látum sveppin aðeins draga í sig bragðið, ég sjúgi í sig olíuna, salt og pipar. Saltið hérna. Síðan ætla ég að nota svona, það má bara leika sér algjörlega með þessar kryddurstir. Ég ætla að vera með svona þurra kryddurstir, auðvitað er þetta að nota ferska kryddurstir líka. Þurra kryddurstir, ég keypti mér hérna kreóla blöndu. Þetta er rosalega skemmtilegt að prófa aðeins með þetta. Setjum aðeins yfir. Og svo er það smá chili. Eins og ég er rosalega harður á því að grillmatur á að vera rosalega litríkur matur. Það gerir matinn svo gyrnilega, þannig að það sé mikið á litum í honum. Sögsum chili svolítið fínt, setjum það yfir. Kannski margir sem aldrei þetta sé of sterkt, þeir náttúrulega nota bara chili eftir sitt hæfi. Svona, blöndum við aðeins saman. Svona. Svo er ég búinn að leggja hérna prjóna, svona spjót í bleyti. Það er rosalega gott að setja í bleyti alveg nokkur klukktíma áður við grillum. Og ástæðan er svo að þá brennur það ekki á grillinu og það er svo leiðilegt að vera með brenndar spýtur þarna í kringum matinn hjá sér. Þannig að við setjum þetta aðeins í bleyti. Svo er bara að þræða þetta upp á. Byrjum á svepp, svo kemur kartöfla. Sveppur. Svona, eitt spjót klárt. Þetta er síðan grillað í cirka, það þarf alls ekki langa grillunartíma vegna þess að þetta er náttúrulega búið að elda kartöfluna, búið að sjóða þær. Þannig að í rauninni við erum bara að fara að steikja sveppina og hita kartöfluna í gegn. Svona. Ára grillið. Bustum hérna aðeins. Svo er eitt trikk sem ég ætla að sýna ykkur. Það er þetta með hérna er ég með rósmari sem er búinn að liggja í olíu og þetta nota ég rosalega mikið þegar að grilla. Og ástæðan er svo, þetta gefur rosalega mikið bragð. Í staðinn fyrir að vera með venjulegan pensil, þá erum við bara með rósmari pensil. Penslum aðeins hérna grillið. Það gefur rosalega góð lykt af grillinu þegar olían hittir á með rósmarinbragðinu. Ok, spjótin á grillið og það sem við gerum, við penslum síðan aðeins yfir spjótin svona, reglulega. Með rósmarinbustunum okkar. Leyfum þess að vera, ég veit ekki hvað ætti að segja, svona 3 mínútur hvor hlið, þá er þetta bara klárt. Þannig að við skulum aðeins leyfa þess að grillast. Þá erum við búin að grilla þetta hérna í svona cirka 4 mínútur. Samanlagt, eða svona 3 til 4 mínútur hvor hlið. Við penslum hérna að loka penslið, smá salt og þá er þetta bara tilbúið. Færum hérna upp á disk. Þá er það svona. Einfaldur kartöflu og shiitake sveppaspjót, klárt.